Við byrjum bara á að tala þetta nýja húsnæði. Hvenær stefnið á að flytja inn í það? Verktakinn mun afhenda húsnæði 1. maí og það er stefnt á að þetta verði fullbúið þá. Þannig að við reiknum með að flytja þá kannski svona í maímánuði, seinni part maímánuðar einhvern tímann. Hver er svona helsta breytingin við þetta húsnæði? Það er náttúrulega óskaplega mikil breyting fyrir stofnunin að fara í húsnæði sem er sérstaklega hannað með hennar þarfir í huga og í samræmi við nýjustu kröfur. Þannig að þetta er auðvitað stórkostlega mikil breyting fyrir stofnunin á ímynd stofnunarinnar. Þannig að við hlökkum auðvitað alveg óskaplega mikið til komast í nútíma vinnuaðstöðu. Og þið lítur að fara því líka að það sé verið að fjárfesta í nýju húsnæði út á landsbyggðunum fyrir stofnunina? Já, það er mjög gott fyrir bara ímynd stofnunarinnar og þennan málflokk og sýnir að mönnum er alvara á því sviði að fjárfesta í innviðum í landsbyggðunum. Vinnurýmin, þetta verður opin vinnurými? Já, þetta er svona opin verkefnamiðuð vinnuaðstaða þar sem að fólk er grúppað saman á svæði sem er að vinna að keimlingum viðfangsefnum. Þannig að þetta á að vera henda okkur öllum mjög vel. Munar þetta einhverju í stærð á húsnæðinu? Já, þetta eru 1000 fermetrar en við erum með tæplega 700 hérna í dag, þannig að þetta eru auðvitað hugsað þannig að stofnunin geti vaxið og bætt við sig verkefnum ef að til þess kemur. Og nú að fundur hérna rétt á það sem var að kynna þetta fyrir starfsmönnum. Hvernig er hljóðið í mannskapnum? Já, hljóðið í mannskapnum er nú bara þannig að fólk hlakkar til að flytja í nýja og glæsilega aðstöðu og við erum bara að byrja að undirbúa það hér innan hús hvernig við stöndum að því, því að nú er þetta að færast nær. Og það eru 2 stöður, þannig að það er einhverja breytingar líka? Já, það er alltaf einhverjar breytingar í starfsmannahaldi. Við erum að auglýsa núna stöður 2 starfsmanna og væntum þess að fá fullt af góðum umsóknum við þær og höfum verið afskaplega heppið með fólk þegar við höfum auglýst og fengið margar umsóknir. Þetta breytir einhverju líka hvað varðar aðgengileika og sýnileika, er það ekki? Auðvitað gera það. Þessi aðstæða sem við erum í dag er náttúrulega ekki til dæmis hönnum við þarfir fatlaðra í huga. En þarna eru auðvitað allt eins og best verður á kosið í því efni og aðgengi að þessu húsi á að vera eins og best getur mögulega orðið. Við verum að heimsækja ykkur þegar þið eru búin að flytja inn. Já, þið verður endilega að gera það. Komið í heimsókn og skoða. Takk fyrir kærlega aðstætt. Já, takk fyrir mig. Ef það er nýtt húsnæði á leiðinni næsta sumar, hvernig leggst þetta svona í mannskapinn? Mjög vel. Við erum öll mjög spennt fyrir þessu. Við vorum einmitt að funda í morgun og fá kynningu og svona. Við erum mjög spennt fyrir þessu. Þetta verður ótrúlega flott. Þetta er opið og verkefni með rými þannig að fólk getur líka fært sig til eftir því hvað er að gera hverju sinni og sem brýtur upp daginn og þetta verður voðalega, ég held að þetta verður mjög skemmtilegt og bara fallegt, stílhreint og litríkt og opið og bjart. Ekki það að það er ekkert svo sem slemmt að vera hér en jú, við hlökkum voðalega mikið til. Nú á opin vinnurými verið mikið í umræðinu, eru engar efasemdarraddir fyrir svona? Það voru það fyrst heyrðum við bara þetta hugtak, opið rými og þá fór maður á netið eða leita og þá fann maður bara fullt af rannsóknum sem sagði hvað opið rými verður hræðileg. En svo fengum við arkitektinga til að koma að skýra teikningarnar og eru búin að skoða þetta og þetta er ekki svona þetta hefðbundna opna rými eins og þessar kannanir hafa verið að rannsaka heldur. Er þetta svona einhver blanda af opnu og verkefnamiðuðu rými. Mér finnst þess að við séum að taka góðu hlutina úr hverri einustu típu og setja það saman í nýja byggðastofnunarhúsið. Ég rækki með augun í þetta símaklefar, ég fór að hugsa eru þeir að koma aftur eða þetta er náttúrulega til þess að svara því að þú fái næði þegar þú ert í símanum? Já, og þetta verður einmitt svona lokaðir klefar með svona gleri og svona hljóðeiningar. Þannig að stundum er maður til þess að taka bara símtöl kannski við viðskiptavini eða kollega og það er að vera í smá tíma og þarf maður ekki að hafa samskipti við að tala hátt. Okkur liggur misjafnlega hátt rómurinn. Ég held að kollegar mínir verið voðalega fegnir þegar ég fann að tala í símann í svona símaklefa.